Brynjar, til hamingju með sigurinn og deildarmeistaratitilinn. Takk fyrir. Þetta var ekki beint erfitt í kvöld. Er þetta bara getumunurinn á liðunum eða? Nei, alls ekki. Ég held að við höfum bara komið með vel stemdir og verið tilbúinir í leikinn. Og svona kannski markmiðið var bara að hafa gaman að þessu. Náttúrulega við höfum kannski ekki miklu að keppa nema bara bæta okkur sjálfa, bæta liðið og liðsheildina. Og mér fannst það bara að koma mjög vel út í dag. Er búið að vera eitthvað svona samþjöppun eftir tapið í bikarnum eða eru þið búin að eitthvað reyna að rífa þetta upp? Nei, ekki þannig lag. Auðvitað er þetta svona smá sjokk. Þetta er náttúrulega Þetta verður mun alltaf svíða þessi minning en hún gerir okkur vonandi bara sterkari og gerir okkur bara betur undirbúnari fyrir úrslitakeppnina. Ég held að menn svona bara vilja ekki upplifa þessa tilfinningu aftur. Þar að leiðandi bara verða æfinguna betri og það verður bara meiri keyrsla og menn mæta bara betur gíraðir í úrslitakeppnina. Nú líklegt að þessi lið mætist í fyrstu umferð í úrslitakeppnina. Það er náttúrulega eitthvað sérstakur mótir í þessu viljið eða? Já, við vissum alltaf fyrir leikinn að það er mjög líklegt að við myndum mæta Þór ef við myndum vinna leikinn og auðvitað viljum við setja tóninn fyrir úrslitakeppnina og að þeir eigi bara minni sens í okkur heldur en þeir halda kannski og það var kannski svona markmið okkur í kvöld að koma bara sterkir út og spila krafti og láta að hafa fyrir öllum hlutum. Mér fannst bara að gera vel í að láta að taka erfið skot, láta að spila vörn og það bara heppnaðist mjög vel. Það var ekki að sjá eitthvað söknuð Pavel mikið. Er spurningum að hvíla hann bara fyrstu umferðin og... Já, hann kemur bara beint inn í úrslitið maður, klári í slaginn. Já. Nei, hann auðvitað munar mikið hann og ég ætlum aldrei að segja að það muni ekkert hann. En við eigum að vera með það breiðan hóp og við viljum meina að við séum með góða einstaklingar sem geta stigið upp á öllum sviðum. Bara eins og Pavel, hann fyllir náttúrulega alla tölfræði þætti þannig að það þarf einhver að stíga upp í hans spor. En auðvitað viljum við að hafa Pavel og það náttúrulega veikir okkur, það er engin spurning. Hversu mikilvægt að sjá alla þessu ungu strákar spila svona rosalega vel í kvöld? Maður sá að það var alveg sem að hver kom inn og það virtist allir geta til yfir það sko. Maður vill alltaf að þeir læri á okkur eldri mönnunum bæði í leikjum og æfingum og það er náttúrulega frábært þegar þeir koma svona sterkir inn, spila hörku vörn og láta þá hafa fyrir hlutunum. Stundum eiga menn til að koðna þess niður við smá átök en þeir kannski komu inn í þægilegt andrúmsloft í dag með forystuna og svona höfðu bara alltaf vinna og þeir stóðu sig bara mjög vel og ég vona að þeir haldi þessu áfram þannig að þeir geti hjálpað okkur í úrslitakeppninni.